Ekki gott að vera komin svona í útsendingu og vita ekkert hvað maður á að tala um. Já, nei, ég meina uppáhaldshljómsveitir. Átt þú enga uppáhaldsljómsveit? Nei, ég á enga uppáhaldshljómsveit, ég hef aldrei átt neina uppáhaldshljómsveit. Það er bara bjánaskapur eða uppáhaldshljómsveit. Þetta er fullorðið fólk eða einhverja uppáhaldshljómsveit, ég get ekki ímyndað með það. Ef að kanna það, hvort að hlustendur okkar eiga Átt þú einhverja uppáhaldshljómsveit? Ég get alveg átt það, já. Já, en þú vilt ekki gefa það Ég tek svona perióður, sko. Já. Það var nú gaman að leggja að menn ringdu inn og kæmu með uppáhaldssangur. Hver er uppáhaldshljómsveitin? Uppáhaldshljómsveitin? Og það getur gefið okkur hugmyndir sko, hvað við getum gert að uppáhaldshljómsveitinum okkar, skilur. Já. Er það ekki ágætt? Ég hef nú oft reynt, sko, að hérna... Þú hefur reynt, þér hefur ekki tekist það. Nei. Kannski vegna þess að þú hefur engan tónlistarsmekki og við skulum athuga það. Heyrðu, góði besti, sko. Hvet allir til að ringja? 562 60 60. Halló. Jú, halló. Jú, góðan daginn. Góðan daginn. Queen að sjálfsögðu. Það er Queen að sjálfsögðu, já. Þetta er mjög góð uppáhaldssaga hjá þér. Já. Queen, já. Queen, þetta er ekki ágætt í hljómsveit. Hvað, hefur þú fylgst með Queen alveg frá upphafi? Já, má segja það. Já. Og leiðilegt er að Freddie Mercury dó og svona? Það, já. Áttu alla plötuna? Já, svona mest af þessu. All flestar, já. Já. Mitt, heyrðu. Þú má setja eins og, já, bara eins og nokkra plötur á. Já. Eru þakkaði fyrir það? Þakka, óblæð. Já, bless. Jú, halló. Já, góðan dag. Góðan daginn. Nú er svo löggjur ráð fyrir þá að eiga menn uppáhaldshljómsveitir sem eru löngu hættar. Já. Eða ekki? Jú, það er allt í lagi. Já, það er náttúrulega Japan. Japan, einhver nýbylgjuhljómsveit einhvern mann. Já, það er ekki mikið ný bylgja í dag. Nei, þetta var svona gaml bylgja. Þetta er hljómsveit sem að markaði upphafið að svo kallar nýrómantík í tónlinu. Ert þú svona nýrómantíkus? Ég er það, já. Human League og eitthvað svona. Já, meira Japan. Meira Japan, svona. Já, Djúran og svona. Já. Þú heldur alltaf tryggð við Japan þó að það sé hættir. Já, og David Silvia, maður þykist alltaf með honum, sko. Já, hann er alltaf með gleru og syngur svona homalega. Já, jú. Þú getur alltaf svona, ekki? Jú. Já, ég hef aldrei hlust á Japan. Þakka þér fyrir þetta. Ok. Já, takk. Jú, halló. Já. Já, blessaður, Þrúfur. Já, blessaður. Já, hvað er uppáhaldsljómsveitin? Ég bara veit það ekki. Nei, akkur er það að hringja? Ég er bara svona spjallað við. Þú ert meiri kallinn. Við slum hleypa næsta hlustandað. Halló? Jú, góðan daginn. Já. Góðan daginn. Hvað er aftur að spyrja um? Nei, sko verið að spyrja hvað er uppáhaldsljómsveitin þín? Já, mín. Það er það. Já, ömurleg hljómsveit. Það var það? Já, alveg hundlega. Já. Þetta er eintóm hávaði og læti með þessu. Það er engin rytmi. Engin rytmi í þessu, segir hann? Það er alltaf böllu villið í honum. Já, þetta er bölvu vitleys í stráknum. Það er allan rytma, sko. Já, hann hefur ekki tónlistarsmekkan í honum, sko. Já. Það hefur hann okkur tónir, eða? Hann hefur ekki tóneyra heldur eins og heyrir kannski og hlustar hann að syngja karaoke, en þú heyrir það kannski á morgun. Já. Herru, þakkaði fyrir þér. Já, einhverju fleiri sem vilja tjá skoðun sína. Nú er pizzan komin. Já, ilmandi, ólgandi pizza. Hefur við kannski að fara að byrja að smjatta á henni og gefa hlustendum smá... Við erum tvíhöfði og við erum hérna að borða pizzu frá pizzahúsinu. Það er nú að koma hádegismatur og svona, við erum alltaf aðeins á undan öðrum. Og þannig að við erum að borða hádegismatinn núna. Ég er að veltaði fyrir mér, sko... Þau eru bestu pizzur í bænum. Já, er það ekki það? Það held ég. Ég held að... En sko, þetta pizzudæmi og hamborgarar yfir höfuð, ég menna þetta er bara nýtt fyrirbæri. Það er svona 10 ára gamall. 10 ára gamall. Pæli tíður. Ég man eftir fyrst, sko, þegar ég var lítill, og þá fór maður á Ask til að fá hamborgara. Það var eini staðurinn í bænum sem seldi hamborgara. Og horfa á mynd hérna sem ég sá þegar ég var 8 ára gamall. Og horfa á hana aftur daginn. Og ameríska kvikmynd. Og þar voru við voðalega mikið að tala um hamborgara, sko. Maður að hugsa, sko, það var eins gott að maður skildi ekki orð, sko. Þegar maður vissi ekki einu sinni hvað hamborgari var, þá. Hvenær var það?
76. Ég man eftir því, sko, þegar maður ætlaði að gera sér dagamun, sko. Virkilegan dagamun. Og fór maður á Ask og fekk amerískan hamborgar og franskar kartöflur. Franskar kartöflur var eitthvað sem maður fekk bara á gamlárskvöld, sko. Nú er maður smjattandi á þessu daginn út og daginn inn. Sjá hvað þetta er ung siðmenning hérna. Já, Merkileg. siðmenning. Já, þetta er bara ung siðmenning. Já. Það er svona, ég myndi ekki segja að það hefur verið siðmenntuð þjóð fyrir svona 20 árum síðan. Nei. Og sjáðu, ég er sem eldra fólk, sko. Þess að pabbi. Pabbi, hann borðar ekki pítsur. Nei, Og honum finnst það ekki vera matur, sko. maður veit. Þetta er ekki matur, segir hann. En hérna, en hann getur borðað, skilurðu, hann borðar súra selsreifa og ýmislegt svona sem að kannski sem var hægt að fá á Aski kannski fyrir 20 árum. sem okkur finnst ekki matur. Og en auðvitað er pítsur, ég meina, þetta er alveg góð matur og hvað annað. Og vel, ég meina, pítsa, þetta er bara brauð og álegg og ostur, þetta er bara mjög hollt, fullt af próteinum og eggjahvítu og Svaka sama. Og hérna, mjög kolvetnisrík. Og bara holl, það fyrir maður að líka velur á hana, sko. Þú valið selsreifa eða eitthvað þér. Já. Stórmerkilegt. Mjög hollum og hérna svona skyndibitamatur þarf ekkert að vera óhollur eins og fólk vil alltaf meina að skyndibitamatur sé